Já, what up players? Já, hvað segir þið leikmenn? Velkomin Bent. Sæll og blessaður. Það hérna, strákarnir eru báðir erlendis. Dóri held ég í Suður-Fraklandi. Þeir eru allir úti nema við einir að feysa þetta alvöru íslenska veður sem er í gangi hérna. Og Smá föðurland sviki að fara þegar þetta er svona, the going gets rough. Kjarri hérna í Slóveníu eða Slóvakíu, ég manna það ekki. En hann að þjálfa hérna Þannig að allan einhver starf sló. íslenska landsliði í körfubolta, auðvitað. Já, Og þau voru að vinna hérna Portugal og skoðum tlæmingi með það. Þetta er Kjarri landsliðsþjálfari. Það er víst. Shit. Hann er hérna standi sig vel drengurinn Og hvað? Og stjórnmálamaður. og stjórnmálamaður Og hlaðvarpari. og hlaðvarpari. Merkilegu kall. Og náttúrulega íþróttalýsari sko, hérna, hann er að stjórna því Ótrúlegu maður. sem motherfucker. En já, hvernig dagur búin að vera hjá þér? Dagurinn í dag. Sko, dagarnir hjá mér eru stundum svo, veist, uneventful að það er alveg bara mjög næstu í sorglegt, sko. Ég fór í dag á bensínstöð með svona póka af gömlum batteríum til handa. Þetta er naumingja sem við erum að tala um. Já, og svona lífstílsnaumikja einhver. Já. En ég veit að aðalega er ég bara að sinna einhver eins á skömmlu barni, þannig að maður er svona bara, er að dúlast í því allan daginn. Svo er maður ekki að herðu, ég ætla að vera á vinna ókslega mikið í dag. En svo bara nær maður kannski að sitjast niður við tölvuna í augnablik áður maður það bara að fara að sinna aftur, sko. Marko Benson, við hefum mitt fór í hérna eins og ammali hjá sinninum daginn. Já, takk fyrir komuna. Þú varst ekki þar. Nei, ég er að sinna hún ekki. Þessi veisla var nú bara mjög vegleg. Þetta var bara hérna Teitur Magnússon að spila og góða veitingar og bara. Já, þetta var heldur fancy, sko. Og þetta var helviti skemmtilegt í Árbænum. Já, þetta, Árbænum, já. Og þér langar ekkert að flytja aftur í Árbænum? Ég veit sko þegar ég sé þessar umferðarteppur sem að veist, fólk er að lendi í, sérstaklega þeir sem að vinna svona eðlilega vinnutíma og þú býrð í grafóinum eitthvað, þá bara, ertu klukkutíma á dag, bara sitjandi í bílnum. Já, þetta er alveg rosalega sko. Þú vilt fá sundabrautina bara og sundagöngin. Já, mér mér langar mest núna til að vera í svona 105, svona 106, er 106 til? Nei, það er ekki til. Mér langar til að vera í 106. Það er bara, við bara hérna stopnum það bara, 106 Reykjavík. Já. Við erum í Reykjavík Brewing og við erum hérna í Tónabíó sem er salurinn hjá þeim og bara, við byrjum bara að peppa það, bara þessi salurinn, hefur komið inn á það? Ég hef bara komið fram á barinn, veist, eins og ég var að segja við án, þá finnst mér þetta svo ógeðslega mikið með allt á hreinu, mann vill bara fá stuðmenn, Valgerður félag, bara svona skoppa hérna niður, það væri svona þvílíkt klassik, hérna var bara vinabær bingoið, Yes. þannig að fólk var bara, það var svona fancy bingo. Þetta er, þú veist, í gamla daga það voru lagt aðeins svona meira elegans í hlutina. Núna er svona allt bara gert með einhverjum gerfiefnum skilur sem að, þú veist, það er meira að vera. Já, okkur, þú mátt ekki sína neitt eldmáða árstriði fyrir neinu, það er bara eitthvað sí. Nei, menn að svo manns bara eftir hérna, þú veist, manns Eitthvað bingo-tæp sí. Meðist til Leifsstöð, til minnst gamla daga. Já. Bara í minningunum var það bara eitthvað marmari og teppi og eitthvað svona gullhandrið og svona. Já, núna er bara komið svona kúrhorn, það sem maður getur lagt sig á einhver svona fatboys. Akkurat. Ertu búin að fara eitthvað út í sumar? Nei, ég fór í brúðkaup í Northampton. Ok, sem er í Englandi. Já, það er England. Og hvernig var það? Það var bara ógeðslega næs, sko. Hún Rakel var að gifta sig sem er í Dreamwife, hljómsveit. Ég reyndar að koma það bara sem +1. Þannig að það var svona magnað að sjá þessa konu sem búin að allan tíman búin hljómsveit sem heitir Dreamwife og loksins að verða Wife sem hlýtur að vera eitthvað svona dream fyrir henni. Akkurat. En þetta voru svona kostulegi karakterar, ógeðslega mikið Bretar og svona arti Bretar. Það voru svona, veist, bara svona fúlskeggjaða menn í síðkjólum og svoleiðis. Þetta var svona, allir voru kynlegi kvistir hana. Já. En svo það sem ég fannst eða svona fyndast við að allir þessir arti svona listamanna kallar í kjólum lið, þegar það samt var dottið í það og tónlisti byrjaði að spila það var bara Robbie Williams. Það er svoleiðis. Já, meiri sér að þetta arti lið vill bara Robbie Williams. Þetta er svo bara á Íslandi sama hversu artið þú ert og viltu eiginlega bara djamma við stuðmenn eða ekki? Ég held það sko, ég er náttúrulega DJ mikið í brúðkaupum. Já, þú ert þá einmitt að bara gefa fólki það sem að raunverulega vil, ekki það sem að þykist vilja. Já, en stundum er líka sko að fólk við mér komum spila í brúðkaup með okkur óskalög og ég bara finn bara þetta er ekki væpið. Þessum daginn þá var ég að spila í 5. samanli og þá fekk ég lista sem, þetta er ekkert óskalög beint, þetta er svona eitthvað væp sem fólk er óska eftir. Og þá var það bara, eftir Nirvana, Metallica, ég hendi eitt Nirvana-lag og þá var það bara nei takk, skilur við, ekki sens. Þannig að en fólk vill bara heyra í hönnu sko, að endur þetta. Er það ekki Single Ladies með Beyoncé? Er Rihanna komin í staðinn? Jú, það er bara svo hallarðill lammar. Alltaf, mér líður sko, ég spilaði alveg, skilur við, ég spilaði mjög mikið fyrir svona 10 árum. En í dag finnst mér að bara vera ekki hitmið sko. Nei. Hvað er svona lag sem kemur þér í gírinn?
svona þegar þú ert bara að segja múið sért í brúðkaupi og það kemur eitthvað lag sem fær þig til að dansa? Já, eitthvað sem myndi koma líklega á í brúðkaupi. Já. Það er náttúrulega svona einhverjum svona gamlir hallaræslegir íslenski tónar er náttúrulega alltaf en það er ekkert orku meira en Prodigy. Já, þannig að þú tekur... Það kemur bara Voodoo People. Það myndi maður bara að skoppa eins og bara Valgeir í stömmunum. Það ríðist á mig hérna nokkur kaldir í gær. Sóli Hólm átti afmæli. Já, herrðu, ég sá það á Instagram. 43 ára. Þú ert með rugglaða lífstíl, þú ert ekki að eyða dögnin með að fara að skila einhverjum batterím. Það ríðist á mig nokkur kaldir í gær hjá Hólmarum. Það var mikið gaman, hann var að gera pizzur, Hólmarinn. Bara í veislunni? Í veislunni og var mikið að taka eftirhermur meðan hann var að gera pizzur. Okay. Taka, þú veist, já, alls konar. En það, þetta endaði kvöldið hann, ég fór í vitlu jakka heim. Sér, það er alveg að djama. Þannig að kemur heim í villum jakka. Maður var bara að ríðast á mig nokkur kaldir og þessi jakki var ekki svo líkur jakkanum. Þetta var jakki Hólmarans, ég skila honum á hann. Hvernig er heilsan í dag? Ertu ekki að finna fyrir þessu? Nei. Ég lukkum lamin eftir þessa árás. Ég er bara mjög góð, sko. En eftirhermurnar, er það gott entertainment? Hvað veist þér? Ég bara elska það. Það er sko, þarf að vera brandari líka, er ekki nóg að bara ná karðunum, eða ætlar að leika einhvern, þá þarf að fylgja þig líka djókur. En svo finnst mér svo oft, kannski er það búið að breytast núna, en segir eftirhermugurra, þeir eru alltaf með svo gamla gæja sem er hermættir. Nú er ég hermættir Steingrími Hermannsinni. Getur þú hermt eftir einhverjum? Nei, ekki neinum, ég er með svo fárulega rödd að það er lengi sem ég get hermt eftir. En þið voru alltaf hermættir einhverjum köllum sem voru þingmenn fyrir 30 árum og einhverjum menn sem eru dauðir. Þeir eiga auðvitað bara að vera hermættir æðistrákunum. Já. Það er svolítið í því. Ég get tekið smá Herbert, sko. Já, ok. Samt ekki kannski vel og Sólið, það er svona, hvað er málið með hvað er málið með hennan gæja? Þetta er Herbert, sko, hjá mér. En já, allan á Teygja, þeir verða á götubitanum melgina, þar sem ég er að DJ líka. Ég er að DJ tvisar í Teygja-tjaldinu og ég er í dómnefnd götubitans. Jaha. Þannig að það er bara risa fyrir mig. Þú þá bara að fara að éta einhverja 10 hamborgara þarna? Ég er að fara, já, bara brisket og allir bakkin, sko. Og tækið bara bita af hverju eða borðið þið heilu máltíðir? Ég held að það sé bara svo Jay Leno taste, þegar ekki séð hann teistar, tekur svona eitt bita. Já. Þannig að Í svona dóti, skiptir ekki óslega miklu máli hvar þú ert í röðinni, veist, ef þú ert síðastur, ertu það bara ekki, hann orðið sattur og búin að fá alltaf mikið. Jú, ég held að það sé með þannig, sko, en ég er alltaf ekki gert áður, þetta er bara, alltaf það eftir að maður var oft í svona galda fengið einhver smakkanir, en þá var alltaf bjór og svoleiðis. Já. Ég man eins og þegar maður fór stundum í eitthvað svona jólabjórs smakkanir, maður fyrsti bjórinn, bragð 4,5 smá eitthvað svona appelsínubörks keimur, já, svona, þetta er svona gott máðfíl í þessum, eitthvað svona skrifaði bara ritgerum fyrsta, og svo bara bjórnum var 8 og þá bara Þetta er oft klassið, sko, að, þú veist, maður á að taka dýra flösku á rauðinni fyrst, síðan næsta flösku skiptir einhvern máli, sko. Nei, En þú er náttúrulega ekki lengur í tímu öll. Nei, ég allan ekki áfengum. Nei. Veist, bjór, samt maður er búin að tengja bjór við skemmtun út og maður var svo lengi í þessari, neyslu. Þannig að maður er ennþá að drekkandi bjóra, maður hefur það bara, veist, passlega áfenga, svo 2,25 er svona max. Já. Svo 0 er líka rosa fínt. Út að 0 í gang. Já, maður verður að gera það. Það er svo leiðis. En hvað segðu mér eitt, núna fór ég að sjá þig á írskum dögum daginn. Já. Það var rosalega gikk, við tölum um Blasuna, en það var kannski gaman að fá svona þitt svona insight það. Hvernig fannst þér þetta? Mér fannst bara ógeðslega skemmtilegt kvöld, sko. Þess, það er svona að fara svona út á land að gigga, ef þú ert að gera það einn, þá er þetta bara erfið vinna sem þú ert að gera. En þú ert að fara svona með vinnin, eins og við fyrir saman í bíl og svona, þá er þetta bara ógeðslega gaman. Út af því að, veist, megnið af tímanum ertu náttúrulega ekki upp á sviði. Þú ert á leiðinni á staðinn og ert einhvern veginn að soundchecka og tengja einhverja snúrur og díla við eitthvað svona lið baksviðs og svona, þannig að þú ert ekki með einhverja viniðunum í því, þá er þetta bara ógeðslega gaman, sko. Og svo bara giggi sált gekk líka rosa vel. Og geðveitt, líka bara sjá, líka bara svo fyndi í dag, ég var að hugsa að, sko, segjum að vera að vinna í fyrirtæki og það er ásatíð. Segjum að sért bara eitthvað 60 ára og fílir ekkert rapp sérstaklega vel. Það verði ekkert góða málum, sko. Áður fyrir var þetta bara stuðmenn, móti sól, einhver góð söngkona, skilur, bara eitthvað Regína Ósk eða eitthvað. Núna í dag er þetta bara MC Gauti, Aron Kahn, Rottweiler, Herra Nilsmjöld. Það er ótrúlega hvað rapp er orðið mainstream, sko. Við munum þetta náttúrulega að þetta var bara jaðarsport. Akkurat. Þetta var bara rapp og þungarokk var bara í sama pakka. Akkurat. Og það var náttúrulega frækt stríð hérna á Akureyri, Suddarar og Dissarar. Hefur þetta því? Jú, ég man ekki að lúnst þetta því. Og það var hérna Dissarar sem við erum, sko.
síðan eru það suddarði sem eru svona rockar. Í bænum var þetta bara kallað tjókkáar og skopparar. Akkurat. Svo kom hnakkar einhvers tímann seinna en aðeins. Það sem ég vil vinna meira með er snirtilegi skopparinn. Já, þú ert snirtilegu skopparinn. Ég er snirtilegi skopparinn og svona, þú líka það ekki? Jú. Það er svona, ég er eiginlega svolítið bara suppulegu skopparinn. Já, það máli. Ég er að vinna með suppulega skopparann, suppulega tjókkáinn. En nú ætla ég að fá þig til þess að power-ranka fyrir mig. Já. Topp 5 árbæingar. Já, ætlaðu að fara í árbæskara nótur. Já, og ég ætla að fá þig til þess að þetta eru top 5 dead or alive þess að árbæingar. Ok. Ég var búin að skrifa þetta smá niður, þannig að við fyrir mig gegnum þetta. Topp 5 árbæingar. Númer 1. Ég ætla að taka 5, ætla að taka niðurtal eða þú veist. Þetta er ekki svona neitt í sérstaklega röð. Ok. Þetta er ekki neitt í sérstaklega röð, þetta er bara topp 5. Dagur B. Eggertsson, ennþá minn borgarstjóri. Ok, hvað getur þið sagt með hann? Þetta er náttúrulega það að verða borgarstjóri lengsta sem einhverju árbænum hefur náð. Þetta er almennt fólk sem nær frekar stutt í lífinu. Það vinna margir í borginni en þá er það kannski vinnuskólinn eða eitthvað svoleiðis. En að vera yfirmaður yfir allir borginni eða lengsta sem einhverju hefur náð. Og þetta gæti verið umdeild skoðun, sérstaklega hjá svona rúndurum borgarinnar, svona live to cruise fólki sem saknar mikið Hallarisplansins og Laugavegsrúndsins. Hann svona minkaði rúndin svolítið í Reykjavík og það er eitthvað sem að kunni ekki allar með þetta en það trufla mig ekki mikið persónulega og svo líka var hann bara svolítið svona nettur sem borgarstjóri, ég var í með hann í Steggjun og ég dró hann á Happy Festival út á Granda það sem hann og alls konar svoleiðis flip sem hann tók ég alltaf á Airwaves, þá var hann ekkert bara í krátunum trilltur og hann var svona maður fólksins svolítið. Ég fór einu svona með honum eftir Sónar, hitt hann þar og ásamt fólksins ekki og fór heim til að spila FIFA við hann. Já, akkurat. Það er ekki. Já, núna kemur ljóskort og hún hildur sér til í eitthvað svo FIFA-spil með það líka og ég var líka stuttar hann til gamla tótt, hann var frendi Tóma Trucks og Árbænum og ég mann þegar hann var að bjóða sig fram með eitthvað í samfélkingunni, þá var ég svona á eitthvað svona bækling sem heitir sem stuttan og svo var Fylkir komin í úrslitaleik í bikarnum held ég og þetta fyrir 1000 árum og hann átti og svo var svona leikur í hálfleik það sem að það átti einn frá hvoru liði að koma og taka þátt í vítaspyrnukeppni og í verðlaun var eitthvað gámur af Coca-Cola eða eitthvað og hann átti að gera og komst ekki og fekk mig í staðinn og ég fór á æfði með alveg að fylgisvelli með einhverjum svona árbæjar fótboltastrákum fyrir þetta að æfa mig í vítaspyrnunum sem ég myndi ekki gera mig að fíbli svo fór ég þarna mitt fyrir bara fram á fulla stúku til að taka vítaspyrnu í hálfleik og ég dundraði í slána. Það er svoleiðis. Já, en þannig að ég skoraði ekki, en ég var svo ánægður samt með þetta út af því að mín regla í lífinu er eiginlega bara ekki gera það fíbli. Þarft eiginlega ekki alveg að succeed alveg upp í topp, en ef þú gerir ekki fíbli þá er þetta slepptari. Ég er búin að klúra því alveg. Já, þú er búin að klúra því. Já. Þannig að dundri í slána, það var fólk að þetta ekki marg, en það var samt alveg flott. Ég hef taldi yfirleitt er þetta svona hitta slána það er hérna keppnin. Já, nei, ákvæmt. Hver var í marki? Ég veit ekki. Ég man það ekki og svo gámurinn af kóki ég fekk ekki eins og taka hann með heim það var ákveð að gefa hann til góðgerðarmála það hafði ekki verið svona reikna með því að það myndi alltaf verið gert þannig. Ok, þannig að Dagur B kominn top 5 dead or alive árbæingar. Ok, já, og síðan næsti? Já, næstur á listanum er frendið þinn, partur af Crazy Cousins genginu það er Þorsteinn Stinnibossi. Þorsteinn Lár Ragnarsson. Já, hann náttúrulega er svona hann er vallaþölu Fylkis. Hann er vallaþölufylki sem er svona hans helsta claim to fame í lífinu, það er svona toppurinn hans lífi er að fá að segja hver er að koma inn út af vellirum. Hann er líka eini sem er fengið rautt spjald sem vallaþölur. Já, en ég er að djóka með þessi toppurinn hann út af, hann gengur rosa vel á öllum öðrum ríkistöðum, hann á eitthvað svona 11 börn og mikið af peningum og heitan pott og svona. Það er bara steikur og grilli á hverjum degi. Já, hann gengur vel. Og Rottweiler Belmur, upprunalega. Já, hann var með okkur í hundunum. Hann var svona með svolítið svona fyndið hlutverk í hundunum og hann var svona bakrættir og rótari og svoleiðis og svona stemningsmaður. Já. Það var svona mikið út af því eins og það snýst allt ekkert nöðnum væpið. Eins og Stinni, nefnir hvað hérna aftur með allt á hreinu? Já, sem Eggert Þorleifsson lék. Já, ég maður ekki. Akkurat. Aðeins kemst í örugglega í stöð. Já, Þorsteinn Lár, það er komin Dagur B og það er komin Þorsteinn Lár Ragnarsson, Stinni. Já. Númer 3. Herðu, svo er það er ég með eina fyrirsætu til að hafa svona eitthvað fallegt liða svo lista, það er einn stelpur á Árbænum sem er Matthildur. Ok. Og er svona fyrirsæta sem að Matthildur Lind. Hún fór út 16 ára og meikaði það sem fyrirsæta og var í Milano og París og New York bjóð þar, hékk með Mick Jagger, Kanye West. Ok.
var eiginlega svolítið og sló í gegn fyrir svona frisklegt útlit og heilbrigt viðhorf og var bara nokkuð huguleg svo meiri sé að tekka daginn, hún meiri sem síðu og Wikifeed, það sem einhver svona perri búin að fara í gegnum alla myndir á internetinu og flokka niður tærnar og fyrirsætum, þannig að hún þar þráttur að haldi að vilja það ekki, sko. Ok, hún líka kona þín? Já, herðu, það rétt. Maður náðu að landa þessum fisk og til að hafa með svona tengingun í rappið, þá lék hún líka í tónlistamindbandi fyrir Ígor þegar hún var 16 ára. Já, þannig að hún svona rapp, ég held að það sé eitthvað svona sumar... Kókomalt, sumarsíkur. Geta ekki það? Þetta annarkvort það sumarsíkur eða kakómalt. Ok, vel gert. Þannig að við erum komið með Dag B, við erum komið með Þorstein Lára, við erum komið með Möttu. Já, akkurat. Og svo erum við með Björn Braga. Ok. Sko hann úr Selfossnum. Hann úr Selfossnum. Hann með þessa sérstöku Árbæjar eiginleika sem að vera jafn siðlaus og hann sniður. Já, en það ekki margir hans viltu liðar. Nei, hann er rosalega viltu liðar. En hann að mínum mati líklega besti uppistandari landsins sem ég get sagt hér út að Dóri í útlöndum. Flottur strákur. Og hann helviti flottur strákur. Og út af því að við ræðum svo mikið rapp og alla rapparaðana á rarbanum, það gleymist ju ofta að það var alveg líka svona metalega hreyfing þannig. Það voru og þeir sem að svona joinuðu okkur ekki þegar rapp komst í tísku, þeir verða að fá smá kútos við það. Hann hefur aldrei verið eitthvað rappari. Nei, Björn bara hélt sig bara við Metallica og núna keyrir hann að einhverju svona Batman bíl og bara með Metallica í botni og það maður verður að gefa mönnum props fyrir að halda sig bara í Metallicanu þegar allir eru farnir yfir í hitt. Hann var eins og með mér og Dóra og Kristján Sturlu í hljómsveitinni Nixon. Við gáum einhvern neitt lag en það var eitthvað plan, það var svona Ice Guys áður en Ice Guys var. Hljómsveitinni Nixon. Ok, ég hef aldrei hértu Nixon, við erum að tjekka það. Þannig að númer 5 á síðasti aðalinn listanum. Já, núna ég með svona smá spes, ég ætla að vera með eitt sem ég kalla óþekkti árbæðingurinn. Ok. Sko, út allan heim eru minnisvarðar svona óþekkta hermenn sem létust í stríðum, svona unknown soldier. Þetta alltaf steytar með óþekkti alþingismaðurinn. Já, akkurat. Þetta eru svona hinn venjulegi maður sem leggur sitt á skálarnar. Vill ég heiðra árbæðingi sem ekki frægur, bara þekktu sínum nánustu. Hann heldur upp heiðrinum á þessum árbæðska lífstíl, hann borðar á skalla. Hann ekki búinn að færa sig yfir í skalla bistró, eins og þessi selvátt oft gera. Þegar hann vill fara fínt út að borða, þá það skalli í Hraunbæ. Þar hittir hann Óla og færir sér ísi eftir þetta. Hann hleypur stíplurhringinn einu svona árið til að halda sér í formi, hann fyrir að fylkisleiki, jafnvel þá fylkis búin að tapa 10 leiki með röð. Og hann jafnvel með 110 eða fylkis tattoo. Þetta óþekkti árbæðingurinn og það hann sem ég elska mest. Hann eru komið með þetta, Mount Rushmore of Árbæðingur. Akkurat, og þannig að ef þetta væri Mount Rushmore það svona eitt bara svona andlit sem svona ómótað. Akkurat. En Árbæðin hefur náttúrulega, ég man, þú veist, þú átt svona mikil hluti því að ég að gera þessi í dag. Því ég man þegar ég var að hanga með ykkur strákunum með Árbænum, þá var ég náttúrulega 2 árum yngri því og Freyndar Þorsteins sem var nefndur sem top 5 Dead or Alive Árbæðingur allra tíma og ég var á fótbolta og var bara 12 eða 11 skilju og ég kem inn í herbyggið þitt og þeir voru alltaf 15 saman einhverju Karl Kahn í göllum og meira segja með skíðaglirun eða hvað er það svona lögsögliru og ég kem að inn maður og ég bara þegar ég sá DJ Græðar heimi var ég bara, ég ætla að hætta fótbolta, ég ætla bara að gera þetta. Já, sko, ég kallaði mér náttúrulega DJ Fat Fingers og í herbygginu mínu það var bara svona graffaður allur veggurinn og þar stóð Mecca of Hip-Hop. Það var semst Mecca of Hip-Hop, heilagasti staður raps var úlingaherbyggi í Árbænum. Brekkubænum. Já, margir hafði haldið að það væri kannski í South Bronx eða eitthvað, en nei, það miskilningur, þetta var í Árbænum. Í herbyggi var 14 ára DJ Fat Fingers. Ég man bara, þið voru alltaf að gera eitthvað svona sem gæti verið í svona hood movies þess að voru að fara í Hraunbæinn og taka rafmagn einhvers staðar úr ykkur íbúð og það voru bara með DJ-græðar út á körfuboltavelli og lögga og koma og spilaðu Sound of the Police og eitthvað svona shit og þið voru alveg svolítið svona gera ykkur sprengjur og fara með sápu í sundlögar rennibrautina í Árbænum fylla hana af sápu og alls konar vitleysu. Já, góð brakkara strikk, sko. Þetta var eitthvað, gildin voru öðru sér þá, sko. Þá náttúrulega fannst okkur ekkert meira cool en svona bara eitthvað svona fátakara svart blökkumanna glæpmyndir.
eins og Men's Society eða Jersey Drive sem við horfðum á daginn sem svo fyndið út að okkur fannst bara þá að vera ghetto og fátækt það svo ógisla töff akkurat skilju að meðan svo núna svona önnur gildi núna það bara að vera blankur eða bara hallaraslegast í heiminum og núna vilja allir þessi krakkar bara vera eitthvað ógisla clean og rík þetta fyndi ég var að tala um þetta í gera ég fengi 5.000 kall fyrir fólk segir hvað þú? Segja ég úr Breiðholti og Grái ég flutti úr Breiðholti eftir 8. bekk flutti í Grái og segi þá úr Breiðholtinu og fólk segir hvað úr Breiðholtinu? Við seljum hverju? Já það er ekki Breiðholt og ég bara ok, kíktu bara við Dalsel og tjekka þess aðeins og en séni það, er ég að reyna að vera þögg, er ég að reyna að vera eitthvað gettó? Ég hef aldrei verið eitthvað þögg eða eitthvað gettó þannig að ég Nei, akkurat og það er kannski mér finnst líka hallarslegt að vera dýrka peninga eins og krakkarnir að gera í dag og allt fyrir að vera ógeðslega dýr fatamerki og svona, þá er það líka náttúrulega jafn toxic að dýrka sýrinuvæl og fátækt Já, en þetta svona Breiðholti ég flutti úr Seljakörunni upp í Rimakverri 99 Ég man þegar ég var úlingur, þá var það eitthvað versta þá var fjölskylda Kristmund Axels voru að terrorisa Reykjavík úr Rimakverjunni Já, og ég man að ég var bara einn heilu sumri, ég þekkti ekki neitt annað og ég er bara búin að sjá bara eitthvað frétta einslag bara Rimakverji væri bara óöldar og bara svona eitthvað ég var bara, hvað er að bíða mín hvað býður mín og þetta sumar var alveg svona smá svona kvíða fucking sumar en síðan kem ég fyrst daginn í skólan og ég ég er svona 1.65 fattaralegur með rauða kinnar sem marst Já, þú varst ekki bolla og ég mæti með risastór headphone í risastóri Fubu flíspeysu sem er ennþá stór á mig risastór á mig og ég er bara svolítið svona bara ég er bara mættur og það er ekki neitt og það er svolítið skrítið að vera eini nýri bekk í 9. bekk sérstaklega þegar þú ert bara svona síðan manni að það kom einhverju gúns og þetta var svona fangelsmynd þeir voru svona tóku svona liftun á mig þú veist hvað er svona löppur svona kringum mig og voru svona taka svona upp og niður löppur svona ringi sem voru svona með það hvað tóku DJ eða? Því ég var alltaf að byrja að DJ þá ég bara já held áfram að hringsóli kringum mig ok, út inn ég var bara inn, þeir voru bara ákveða þetta var 50-50 er þessi gaur cool eða er að fara að leggja henni í einhelti og bara DJ Roughneck og síðan bara var þetta bara allt í góð Já, ekki þetta þannig að en í mann það var alls konar menn að rekja mér þóst frændi var alltaf að rekja með Master Pick TV þáttinum Pick TV? Já, sem að, það voru að Pop TV að þú gast hringt inn og valið lög hann var að hringja þar maður Danni hann nýfluttir í Grái með almaður hann vinna ykkur spil og eitthvað maður hringja inn í útvarpi í Grái og segjast þér að ég og segjast þér að almaður þetta var bara svona að gera með feitan grikk feitan grikk Þetta er ástæðan fyrir hann er top 5 árbæðingur þetta er á live Akkurat en ég ætla að tala við te og kaffi núna Já Ertu búin að fara eitthvað þar nýlega? Það er bara svona, ég er ekkert með rosa mikið brand loyalty í neina átt en te og kaffi, maður fer þegar maður á leið framhjá þá er maður vel trýtaður. Hvað er svona þitt te og kaffi? Þitt kaffihús? Mitt kaffihús, ég er náttúrulega bý við hliðina á svona víetnamsku kaffihúsi. Já, það er ekki te og kaffi, við getum ekki rætta. Nei, við getum ekki rætta. Já, hvað er mín te og kaffi? Já. Hvað er te og kaffi? Þetta er þessi Borgartúninu Já, það eru te og kaffi í Borgartúninu það er að vera svona ófáir fundir haldið þar og það sem að drekkur allan daginn Ég mæli með að fá sumarkaffi sem er ekki, Kristín María Dýrfjörð sagði mér daginn að ég er alltaf búin að peppa að þú getur fara og keypta á netinu, þú getur vist ekki keypta á netinu Nei. En þú getur keypt ýmislegt annað, þessar flottu kaffi er að Colombia, Rwanda og það allt veljóna kaffi og nota betur en flestir kóa fyrir 20% afslátt Síðan vil líka minna á einhver ekta drykkur sem þú mun drekka, það er sérst cold brew Þeir voru að lánsa appelsínu, klassíst og júsú sem ég mæli sérstaklega með Hvað er júsú? Er það eitthvað rót? Það er eitthvað ávöxtur sem er eitthvað rót, nei, það er eitthvað ávöxtur sem ég hef ekki held ég cool. Og þetta getur þú panta á netinu eða eitthvað? Þú getur panta allavega ímislega á netinu og þar á meðal svona flotta kaffi þeirra sem er svona Ég er samt ánægð með að fólk sé pínt til að fara út úr húsi og mæta á staðinn og segja, betra en flestir þannig svona í andlitað einhverjum. Ég fór að horfa á leikundaginn og það voru mjög mikið af fólki að horfa á leikinn og það var svona mikið af litlum öngs að koma að mér og gefa mér respekt.
sem var mjög gaman. Ég hef mjög Little gaman. Monks, er þetta þá, hvað er það, svona 35 ára þá? Þeir voru yngri en það, sko. Okay. Þeir voru mínir öngs og í BFHF, sem betur vilstir, og þeir síðan voru nokkri sem voru svona, Big Öng-borgarinn á Two Guys. Er hann í alveg til? Eru þið ekki bara að trolla? Og langar að geta pantanum bara, við þorum ekki, ef hann er ekki til. Þannig að ég mæli bara með líka, farið á fucking Two Guys, pantið ykkur Big Öng, ég fór í fyrradag og pantaði mér og satt með Hjalta sem að leiði mér að smakka líka nýjan burgara sem hann er að þróa. Og þetta er bara, ertu búin að fá þig Big Öng? Nei, hvað á Big Öng? Það er sem sagt smassaði laukur, það er Dijonnaise með grófu sinnebi, tómatsósa, það er jalapeno, það er, ég bara gleymaði mér sem hvað er á hann, sko, þetta er bara góða borgari, sko. Já, hljómar ógeðslega vel, ég skal fá mér. Þannig að endilega, en þú ert svona ekkert mikið kannski í hamburgurum. Ég fæ mér hamburgara heima og svona, mér finnst þeir svo oft vera svo óöðlir, sko. Þú ert náttúrulega í toppstandi, eins og ég postaði mynda okkur saman. Já, akkurat. Ég vissi ekki að þessar smá svindlmynd út að þú ert að flexa þvílitt á henni, en ekki ég, þú ert að segja mér að þetta veri flexmynd. Já, ég menna, er ekki alla myndir flexmyndir sem er fyrir hann? Jú, maður var bara að reyna að vera humble, sko. Já, þú veist, gefa mér bara lay-up, takk fyrir það. Og þegar ég náði einhvern veginn, þetta líka stundum nærði bara einhverju shotti sem og ég lúk alveg extra fucking pumped á þessari mynd. Já, þess vegna ertu líka ennþá að pústinu, árið síðan. Já, þetta er bara eins og þú veist, öll svona líkt sexvídeó, þá er alltaf aðilin í góðu standi. Já, svo sem lag er í góðu standi. Já. Svo sem að maður veit alltaf hvor, þú getur að horta vídeo á þessi lag, þessi með bólu og með þetta leika sig. Akkurat. En talandi það, þá langar mér að tala með Teija. Ég ætla kannski að taka aftur umræðinu með Teija. Þeir voru En svo þú segir að þeir myndu vera á götubitaháttíðinni. Þau, ekki þeir. Ok, þau, já, þetta er alls konar fólk sem vinnur þarna, af öllum kynjum. Og Teija eru á götubitaháttíðinni helgina. Og ég ætla að önvíla nýja posanum. Og þetta fólk er búið að vera að bíða spennt því að posandi voru mjög flottir áður að nýja posin kom og bara breyti leiknum. Og ég veit að fólk ætla að önvíla með þér í potinu, þannig að fólk kannski sér þetta ekki, afsaka þeir sem er að hlusta, en við ekki bara að vinda okkur í þetta. Já. Nei, maður. Það er svolítið. Þetta lítur út eins og iPhone. Og þetta er að breyta leiknum. Tjekkið á sig. Teija, og þau verða með Teija tjald á götubitanum helgina, þar sem ég er að DJ. Það eru Teija, ég get að fá götubita þér. Og ég er að DJ föstudag og laugardag og þau Hvað sér? á götubitanum. Ok, þú ert í dómnefnd og þú ert og ég er í dómnefnd þar, þannig að það verður á sundinum. Ok, þannig að þú ert að DJ og éta hamborgara og Já. Þú ert allt í öllu þetta maður. Þannig að Teija fyrir klúbbinn. Þú verður að passa að fá ekki majónes á DJ-græðinar. Nei, akkurat. Það er ekkert sjoppulegra en DJ sem er að borða með því. Svo oft er í einhverjum eventum sem að tegja sig í einhvern lítinn borgara, sko. Sem kemur eitthvað byggjum og óskalagum og já, byrja það. Þannig að Teija bara mæli með og ég er bara mjög spenntur fyrir að sjá hvernig fólk mun taka í nýja posan. Já, akkurat. Og hversu hratt greiðslurnar munum fara í gegn? Og svona taka tíman á þessu. En þú ert með söltun vikunar. Já, herði, hvað var aftur söltun vikunar? Það er Og ég ætla með saltverk, best salt í heimi, og þetta er bara eina saltið sem við átt að pæla í. Já. Saltverk. Hvað ertu ætlar að salta fyrir okkur, Bent? Herði, ég ætla að salta fólk sem er með AirPods í eyrunum, þó það sé ekki currently í símtali eða hlusta á tónlist. Okay. Það er eitthvað sem að top 5 árbæðingurinn Þossi, sem er crazy cousin frændið þinn, hann gerir reglulega og ég skamma hann fyrir reglulega. Já, við vorum daginn á kaffi Laugalegg og það fyrst sem við sagði, takk fyrir eyrun. Hann var að senda mér eitthvað vídeo af Diplo og eitthvað á einhverju stað eitthvað, og eitthvað svona eitt af þessum vídeum þið veit ekki að ég samt þetta lag eitthvað svona allir triltir og hann eitthvað, hann Diplo með AirPods, hann heppin að þú varst ekki þarna sagði hann, ég bara eitthvað sko maður þarf að vera á staðinum þegar maður hittir fólk og það að vera með þetta, kannski er þetta eitthvað angmoment hjá mér, en ég veit ekki hvort það setja að tala við mig eða hvort það setja símtali eða hvort það setja að hlusta bara á betur flestir í eyrunum, ég veit takt þetta úr, þetta er hræðilegt, þetta er dónulegt, það er ekki cool. Og líðið bara eins og þú veist, þið líðið bara eins og segja hver hlusta á þig. Já, mér lífist, þetta er bara eins og einhver myndi mæta hérna til halda það svona símanum allan tíman hér, á meðan hann er svona, hvað segir Ég skil þig.
maður náttúrulega alltaf mikið í símanum líka, þú veist, ég bara sjálfur, maður alltaf að tala um það allir í símanum, það allir í motherfucking símanum. Það ræðilegt sko. En fyrsta saltverk, flugursalt með okkur, þá ætla ég að fá salt einhverja nokkra fleiri hluti sem ég seti á listan. Ok. Karaoke herbyggi. Ok. Ég mikið á móti karaoke herbyggjum og finnst konseptið hallærislegt og ég vill að það verði lagt niður. Karaoke herbyggi eru glötuð og fólk á ekki að vera í þeim. Þau eru komin út við allan bæ, þau spretta upp og þetta byggist alltaf okkur sama konsepti sem ég með þetta sem ég vill að fólk veri saman. Ég vill að fólk panti ekki allar þessar vörur á netinu, ég vill að fólk mæti á staðinu og segi betur en flestir afslátturinn. Ég vill að fólk syngi karaoke fyrir framan ókunnuga. Karaoke í eðli sínu snýst að við vera svona hálfstressaður, fletta einhverju gamalli bók, velja eitthvað lag með Whitney Houston sem hún ræður svona eiginlega ekki við, fara upp, syngja það, gera það smá fíbli eða slá í gegn og það svona eitthvað stórt moment þar sem þú færð að vera stórstjarna í augnablik en að vera í einhverjum 8 manna herbyggi, bara þú og eitthvað fólk sem þú varst með í gaggó og eru bara svona að syngja fyrir hvort annað meðan þið hangið í símanum. Það ekki karaoke. Þá getur annars bara verið inn í bíl að syngja eða bara jafnvel einir í sturtu. Ok, þá erum við komin að vera með AirPods í örunum, þau ert ekki að nota það meðal fólks, þú ert með karaoke herbyggi, ertu með eitthvað fleira það? Næsta söltun kannski ekki alveg söltun út, þetta svona ekki koncept, þetta eiginlega bara svona diss á bara svona sérstaka einstaklinga sem eru 2 úlingar sem voru í laugum daginn að tala saman inn á klósti. Ég veit ekki hvað heita eða hvað gera eða neitt, en það heyri svona rosa vel á milli kvenna og kallaklóstisins og ég nútíma maður, þannig ég fer að kvennaklósti eða laust. Og ég heyrði þá vera að tala saman og ég var ekki að setja 2 saman á klósti, hvað þeir að sprauta styrir með einhvern annan? Svo var ég að hlusta, þá voru þeir að lesa á monsterdós og tala um innihaldið. Það sem náttúrulega frekar fyndið koncept og það var eitthvað, mikið salt í þessu? Já, ok, bara svona mikið prósent að ráðlegum dagskamti, ok, ja. Og svo kem ég út og það fólk að bíða eftir klósitinu, fólk sem eitthvað of kurteist til að fara inn á kvennaklósitinu eins og ég. Og ég fór í træsiptæki sem þarna fyrir framann til að fylgjast með og það leið svona korter áður að koma út og það sem ég varst merkilegast þegar þessi 2 strákar kom út, þá skömmuðust ekki neitt. Það var ekki neitt eitthvað, jæks, fólk að sjá voru 2 saman á klósti í svona hálftíma að tala um innihaldslýsingunni í Monsterdrykk. Þeir bara kom út og fóru að lyfta og var alveg sama. Okay, Hvað að verða æskuna? Angmoment. Ok, við erum komin þess að 3. Ertu með eitthvað fleira? Nei, ég held að segja bara... Ég með eina söldu. Ok, cool. Nú fólk búa þetta í Íslandi í mörg ár, yfirleitt, ef það við erum að tala um að vera kvart yfir veðrinu á sumrin. Mér finnst það bara, ég alveg með þér, skilur, ég ekkert eitthvað, hei, það rigning, geggja, skilur. En þú veist, að vera bara alltaf bara að væla þess að þú sért eitthvað merkilegri en við hinn að upplifa þetta veður. Mér finnst það bara frekar pirrandi og líka elta veðrið finnst mér white trash, sko. Já, mér finnst það. Mér finnst það svona geggja koncepta, en hvernig virka það samt? Keyrir bara á Egilsstaði og vonar að það veri bara á laust hótelherbergi þegar mætir hana? Ég held að þetta er mikið svona tjaldrarnarlið, sko. Akkurat. Ef þú átt náttúrulega eitthvað tjaldvagn, þá verður að finna einhverja leið til að nota hann. Þó ég hef aldrei allt veðrið, þá finnst mér það ágætt koncept í eðli sínu, sko. En jú, að væliðu veðrinu, við skulum salta það. En talandi tjaldvagna og camper. Ertu með eitthvað svoleiðis spons? Þá vil ég tala Lava Carendal og ég vil tala sem var besta bíllega landsins 2 röð. En það er ekki hægt að leiða tjaldvagna? Það er hægt að leiða camper. Ok, það sem þú gistir bara aftur í? Já, þannig að ég ætla bara að mæla með þið farið ef þið vantar camper og ekki verið tjaldi, verið í camper. Þú það bara dýna í bílnum þegar þú fara? Ég er ekki alveg búin að skoða þetta nógu vel, en ég get skoða þetta það er og þau eru bara með þetta, þú getur bara leikta og þau eru að fara að lána mér Bronco bráðum, ég er að vera kellingafull. Þannig að ég mun vera með content um það kellingafull kemur því og þannig ég bara mæli með að kíkja inn á Lava Carendal og leiða sér camper, það er svoleiðis. En með Lava Carendal þá eru með hvað er heitt. Já. Hvað er heitt hjá þér? Það heitt hjá mér það sem ég kalla tvist lífstílinn. Það er sem er að drekka ekki áfengabjóra, heldur ekki óáfengabjóra, heldur það sem ég kalla smáfengabjóra. Og það er hvað, það er 2,25? 2,25 svona max, stundum með það til einu og einn típa sem er svona 2%. En að vera í þeim lífstíl, að vera hvorki edrú né fullur, heldur vera í tvist lífstílinum. Já. Kasta upp
throw the dubs, segja nei, ég tvistur kall minn. Þetta svona, þeir eru með hérna, ég að skoða hérna, þeir eru með Runo Kangoo, Campervan, það svona lítið sendibíl. Við erum að komast að hvort þessi dýna í bílnum. Það dýna. Það dýna í bílnum. Og þetta hérna, ég mæli með þessu. Já, þú finnir einhver kettlingar í kettlingaföllum til að fara með ratnátturinn. Og hérna, ég ætla að segja það sem er heitt, þá er að vera svona talt af í sen, eins og bentsen, grillsen með setu. Já. Eins og núna, Sóli Hólm í gerð kallaði mig Ilsen, eins og Iljaði Dan, Ilsen. Og þegar hann sagði það, þá hugsaði bara, þetta fyrir heitt á morgun. Já, Ilsen, að tala eitthvað sen, þú veist, já, mér finnst það cool sko, Tjaldsen, það færi Tjaldsen. Það fyrir Tjaldsen. Já. Ok, þetta svona nýtt núna. Já, sen. Þetta svona eitthvað sem ég veit ekki hvort muni endast lengi með grunar að þetta veri komin í söltun vikunar eftir svona 4 þætti. Dóri kemur bara sódillur með... Hann er að hlusta á þetta út og bara, fyrsta sem ég gerði ekki með heim að salta þetta. Þannig að já, mælum við því, með Lava Karadal, tjekkið á Runo Kangoo Campervan. Já, og ef þeir eru kettlingarlegin í Kettlingafjöll þá vitið þið að Danni með svona vagn eða vantar gistingu. Akkurat. En hvað hérna, þú ert ekki mikill svona tjaldar er okkur? Nei, ég hef ekki tjaldað í nokkur ár sko. Nei. Það maður er svo varnarlaus inn í tjaldi. Akkurat. Það er bara, þú verður bara að treysta öllum á þessu tjaldsvæði ógeðslega mikið. Akkurat, og þú gerir það ekki? Nei, eiginlega ekki. Ertu með trust issues? Sko, fólk á tjaldsvæðum er almennt fólk sem þú getur ekki treyst. En já, við þessar aðstæður, eitthvað fyrstu helgin í júlí og veist, þú heyrir bara fólkin í hinum tjöldunum anda og rífast og vera fyllir í, þá er ég með mikið trust issues og sef ekki vel. Það er svoleiðis. Þetta verður frétt á dýra. Þetta með trust issue sefur ekki vel. Það er ekki satt heimið að maður sefur vel. En já, hérna, og síðan eitthvað, ég ætlum bara að taka þessa spónsaðan núna. Nú ætlum ég að tala um Mosagin, sem er klárlega ekki, hvað kalla þetta, smáfengabjörur. Þetta er með rammáfengt, þetta er 41%. Þetta er veðrað í tunnum. Eitt auka prósent af það. Þetta er veðrað í hérna fyrir utan, yfir rætur Eldfjalls. Þetta er bara númerað eintak á allt maður. Þannig að ég mæli með, og við erum með, Mosi er svona orðið official drink of Icelandic hip-hop. Jaha. Þannig að, smakka það hérna. Og drekkur þetta bara stút. Þetta er hérna Chardonnay útgáðan. Þessi veðra í Chardonnay hérna tunnum. Á ég að fá mér það? Á ég að drekka það? Hræðilegt ég myndi ekki að falla hérna út af þessum Mosaginni. Og hérna, en já, ég ætla að spyrja það svona, ertu með einhverja góða hip-hop minningu fyrir okkur? Já, hérna einhverja góðar hip-hop minningur frá Íslandi. Ég hugsaði þetta svolítið lengi, sko, og fyrst vildi ég svona, ef ég ætla að finna eitthvað sem þú myndir eftir líka, þá var það með fyrst í hug Big G Fuck You, sem var rosalegt moment hérna þegar var svona DJ skífusgang alltaf á sínum tíma, og þarna hefur verið inn í Brim eða eitthvað svo leiðis. Þá þegar DJ Fingerprint og DJ Big G voru þarna að batla, og hann náði að taka DJ Fingerprint og gera svona Big G Fuck You. Ég var þarna. Og það trilltist allt svo mikið, ég hef aldrei upplagað annan eins trilling af neinu sem við gerst í íslensku hip-hopi. Shout á DJ Fingerprint, hann er mikill vinur minn og hann hlustar á hvern einasta þátt, hann er frábær náungi. Akkurat, og svo ég ætla að finna eitthvað svona aðra minningu sem bara með svona persónuleg minning og eitthvað sem kom fyrir mig. Þá man ég eftir fyrir svona 20 árum, þá var svona, fyrst þegar Rottari kemur upp, þá var svolítið styrkt á milli okkar og svona annara í hip-hop-senninni sem er svo seinna urðu vinnur okkar, eins og Forgotten Lord-strákana og svona, út af því að kannski við urðum svo mainstream að fólki sem var okkar tónleikum var ekki sama fólki og var búin að vera hip-hop-djömanum. Akkurat. Og ég man það kom eitthvað svona vers með Class B, þar sem maður var að tala um einhverja pretty boy týpur sem eru að koma að inn og reyna eitthvað að taka yfir þeirra hip-hop og svona, og sem ég leit alltaf á sem eitthvað svona subliminal dishwalker. Svo einhvern veginn hitti ég hann í partí og við byrjum að banda og það kom alltaf svo gaurum sem þekkt mikið persónulega óvart, hvað ég var náttúrulega djúpt í þessu hip-hopi, eins og þú veist þarna með bara mekka af hip-hop, og hann byrjaði að spila fyrir mig þetta vers og ég stoppaði bara, dude, ert að spila fyrir mig vers þar sem þú ert að dissa okkur? Og hann leita hann á mig og sagði bara no offense, en ég líti ekki á ykkur sem pretty boys, sko. Sem ég fannst þetta svo ógeðslega fyndið. Það var þetta Ígor. Já. Það var svo ógeðslega fyndið eitthvað, pretty boys, hann lítur að vera að tala um okkur, við erpur erum svo sætir. Það var það ekkert sko. Ég ætla líka hérna hip-hop minning mín og þú varst þarna líka. Það er þessar afkomi Guðna Böttlu MC Edda.
fyrir utan einhverja kirkju í Kópavogi. Það var náttúrulega bara eitthvað einelti, bara gaurið sem búin að vanda sig ógeðslega mikið í að frístala og batla, að finna bara svona einhverja, bara þetta var svona svipað eins og einhverjir úlinga ofbeldsmenn að leita einhverjum til að berja, sko. Og ég man hann þetta var bara þessi tími að þeir voru bara að keyra með Sepp og Stjána, finna einhverja batlara, þetta var skemmtileg tími, sko. Þetta var ekki þetta, sko. En já, við vorum að tala um Teygja og þeir eru svona í grasutinu og erum svona kaupaninu hodninu. Já, er þetta greiðslumiðlun fólksins? Og ég ætlaði að spyrja þig svona, hvað er svona einhver fyrirtæki, einhver búð sem þú svona ber hlýjar tilfinningar til og minningar? Já, þú kannski vilja endurvekja. Já, maður er eitthvað svona andkapitaliskur í eðli sínu og ég er ekki mikið að sakna fyrirtækja, sko, en en maður hugsaði þetta og þá var það einhver verslun, þá var það kannski verið Nakti apinn, sem átti svona sínu spretti þarna og var svona partur af senunni og maður var að kaupa sér eitthvað svona bleikar peysur og eitthvað svona dót sem þið prentuðu á og svona. Það var svona mikilvæg partur af, hvað er það, kannski 2010? Þetta er svona 2007, 2006. Já, jú, alltaf þannig. Það er kannski svona, er það ekki þá sem er að byrja að koma inn svo stíllord og svoleiðis þegar að byrja... Það voru mikið, þú veist, Ellie Angel var menn byrja að vera svona aðeins meira flashy og gangi einhver svona dótum einhver bleiku prenti á og svona. Já. Svona bara smá dipset eitthvað. Já, mikið fekk mikið svona questionable spurningar á vinum mínum hvað ég var að gera. Ég man sko, það var eitthvað svona típa sem Þorsteinn Guðmundsson var í auglýsingu fyrir Nova, einhver DJ í svona gerð skæru. Já. Og þeir heyrðu bara í mér getum við ekki lánað föti á þér. Þannig að ég var erketýpan af þessu. Við erum með karakter sem var ógeðslega hallaræslegri auglýsingu, þetta má vera í fötun á þínum. Akkurat. Og það er ekki annað sem að sakna, ég var að reyna að finna einhvern veitingastað, pítsustað, kannski Rizzo, sem mjög rosa verið að nota iðnaðarsalt á pítsustað sínar. Og svo er náttúrulega Blásteinn í Árbænum sem er náttúrulega farið í gegnum svona marga mismunandi lífdaga. Ég man þegar maður var þar með krakki og maður var að hjálpa pabba sinum að dæla peningum í kassan. En svo líka þegar Gummi feiti kom og opnaði hann aftur, það var líka svolítið svona góð tími með svona hlaðborði og alls konar kostulegi karakterar sem voru þar, sko. Þannig að Blásteinn er það sem ég sakna svona líklega mest. Og svo ef ég fengið að vera með svona eitthvað smá beitt eitthvað fyrirtæki sem er ekki til lengur, þá varst mér svolítið að finna að hugsa til þess að fyrirtæki sem að úlingarnir í Keflavík voru með, þar sem þú gast skila til þér bílnum til þeirra þegar þú fórst í flug á Leifsstöð. Og þeir tóku bíliðinn, fóru með honum í Spyrnu, fóru í bílalúgu á Keflavík, áttu þar nokkra báta í bílnum. Við heldum jafnvel svona smá jam, tóku annan rúnd, þrýfu svo bílinn, sóttuðu bara Leifsstöð. Bara ekki svo geggjaði pakki og leiðeldaður voru bestaðir. Ég man líka að það var einhver sem var með myndavél í bílnum og það var bara 170 km hraða. Ég hef aldrei farið í... Menn voru að finna bara svona KFC pakningar aftur í og svo bara, er ekki búið að bætast við þetta kílómetrafjöldinu og maður er eitthvað ógeðslega mikið. En þú hafa verið nokkuð svona fyrirtæki, ekki? Það er líka svo fyndið þú eitthvað, þú núna að fara til tenni 3 vikur, bara skila bílnum, kemur einhver tvítur tappi í Live to Cruise, hættupeysu, bara, ég tek hann. En talandi bíla, ég var að kíkja til vinnar okkar Nójunar. Og ég hitti Magga Nóju á MC Gauta í bæja og hann var að segja að hann vill að þið hætti að tala um sig. Já, það? Í podcastinu. Ok, það er... Nei, við hættum því ekkert það. Nei, ég meina við erum búin að gera hann að hásald neyn. Fólk er að vesla miklu meira við hann út af því að vill mæta og hitta Nójuna og sjá hvaða bíl Nójan mæli með. Þannig að við á Bílasölu Reykjavíkur þá ætlum við að kíkja á bíl vikunar og það er Land Rover. Það er Land Rover. Land Rover Range Rover. Betur Land Rover og Range Rover ekki sikkert dæmi? Nei, Land Rover er yfir merkið, sko. Land Rover, Range Rover. Já, og það er Sport Dynamic Special Edition, eða ekki, SE. Jú, ætlaði ekki. 19.490.000. Það er ekki eitt. Og þetta er bíl svona sem að... Hvernig er hann á litin? Hvaða litur er þetta? Þetta er eitthvað svona metallic blue, held ég. Já, þetta er ekki að litur, sko. Þetta er 5 manna bíl, hann er sérst kerið 90.000 km, sjálfskipting 460 hestöfl og bensínramma, þetta er hybrid, 400-in. Svona hestöfl, því það bara, sem svo 460 hestar? Yes. Ok. Þessi bíl er svo 460 hestar? Og en ef þú fengir hérna bíl, og mættir taka 4 manns í hann, dead or alive, til Akureyrar. Já. Hverju myndir þú taka? Ég myndi taka með... Þau eru ekki að vera Íslendingar? Kleópötru. Ok. Og ég myndi taka með Tony Hawk, hann myndi taka svona brellur fyrir okkur.
Ég myndi svo taka með Sveppa til að ég hafði ekki til að tala við á íslensku til að vera bara shit, ég ætla að liða þarna regla og svo myndi Moses úr biblíunni koma líka. Þetta rosalega bílfærið. Ég man að Joey Crest hérna þegar hann kom í potið þá talaði hann að taka Tommy Lee og Pamela Anderson. Já, ok, þannig að þau eru bara að rífast allir tíman, hræðileg stemming. Hann var Charlie Sheen og Mike Tyson. Já, ok. Og þú ert með eitthvað Kleopötru, Moses. Já, ok, sko það er bara málið það er líkilatriði svona þegar þú velur í svona, ef þú velur bara 5 frægar manneskjur, þá eru þær bara frá að tala saman og þú kemst ekki að. En ég, but I also. Þannig að þú verður eins og ég valdi að eitthvað sem ég þekki persónulega, svo við getum verið bara og líka þau með ekki þekkjast innbyrðis. Ég valdi fólk svona mismunandi tímabilum, svo þau öll eru svolítið vandræðileg og við myndum vera svona sá sem myndi, þannig að við erum ekki skildir út undan, sko. Þetta bílvíkunar, tjekki á þessu og ég meina, ég varst ekki með þú fer þarna og tekur betur flesti góðar og mun að taka svona millu af bílnum. Já. En ég lofa engu, en hérna Maggi góð maður. Og, já, ég skal lofa því. Lofa því. Já, þetta var bílvíkunar. Ég boði bílasölu Reykjavíkur, kikið líka á þegar þú voru að lánsa nýri síðu, br.is, ótrúleg og Maggi búin að vera sveittur að kóðana. Já, cool, brr.is. Þannig að já, en já, hvað er svona döfinni á þér á næstunni? Ertu með eitthvað upcoming? Út náttúrulega auglýsingarleiksari? Já, það er endar auglýsingar eins og svo mikið annað á Íslandi fyrir bara alveg og holdi við sumarið, sko, en ég er að vinna í alls konar svona persónulegu missunum sem að muni komið ljós seinna, en aðalega er það náttúrulega bara gegg. Já. Maður er að spila með Rotterdam-hundunum á svona alls konar bæjarhátíðum á Flippi, við erum með Rottaler, við erum á þjóðtíð, svo er ég persónulega með F95 blöðstrákunum á Akureyri, við erum líka að spila einhver annar bæjarhátíð og fyrir fólki sem að hlusta þetta er auðvitað að ná okkur í hjarta Hafnarfjarðar, við verum þar hérna og bara bráðum, sko, og það er reyndar ótrúlega þessi hjarta Hafnarfjarðar, það er sturlu stemmingina, það er ókeypis inn, þetta er sann svo lítið venju og það þarf að mæta svona 5 klukkutíma fyrir og bíða í röð. Þegar ég fór þarna síðustu helgi, þá var ég alveg svona 1000 manns að bíða í röð til að komast inn á svæði þegar það opnar og það er ekki eins og byrjan í dagskráðinni, það er bara happy hour. Og stóðu 1000 manns í röð fyrir utan. Þannig að fólk þarf að gera það eru sko Kristmundur Axel, Herran Hetismjör og við að spila á bara frekar litlu sviði. Ég skil ekki okkur Reykjavík gerir þetta ekki. Sko, Hafnarfjörður virðist vera eini bærinn á höfuðborgarsvæðinu sem er að leggja eitthvað metnaði að vera skemmtilegur. Jú, gera sjárátt á Hafnarfjörð. Sjárátt á Hafnarfjörð. 220. Svo ég var þarna maður bara sitja okkur býrum er hérna, þetta er eitthvað svo bara krútlegt allt af það. Veitu hvað sem bara flytja á það? Maður flytja á það. Já, og síðan hérna hjá mér þá er alltaf bara helgina, bara götubitinn. Ég verð þar alla dagana. Það verður alveg magna þess að þú ert bara að dæma, þú ert að éta, þú ert að DJ-a, þú ert að kynna, þú ert að gera allt þetta. Þú ert götubiti. Er Robby Kronig að gera neitt þessu? Er hann ekki að halda það til þetta? Hann er bara bak við tjöldin, sko. Að gera þetta allt, sko. Er hann alveg hættur að DJ-a? Hann DJ-aði með mér í brúðkaupi sem ég var í og kallaði sig hérna, já, með einhverjum allan og hann tók skriftingar, sko. Hvað var að spila í DRTC? Nei, hann var að spila, þú veist, bara klassísku lögin Kronig, sko. Bara, þú veist, MOP og fleira, sko. Já, við ætlum líka að tala um að vita hvað klukkan slær. Já. Þá tók ég eftir, þú ert ekki með úr sem að kannski við samþykjum en þið byrjar flestir. Þannig ég ætla bara að gefa það G-Shock hérna frá klukkunni. Og þannig getur ítt á takka, sko, þetta er alveg skemmtilegt. Já, það er gaman að geta ítt á takka, sko. Já, hérna mann þegar maður átti G-Shock sem úlingum, menn voru bara dundraði í vegginn til að sjá hvað höndlar hvað sem er, sko. Þetta gefur bara beint af arminum mínum. Já, takk maður, og hversu djúpt get ég farið með þetta úr? Þú getur farið með þessu, það er ekki... Ég get farið að kafa með þetta? Út að kafa með þetta og hérna... Þetta er bara, já, til hamingju með þetta. Heitt vikunar eru með 2 úr. Það er svo Maradona með hérna tíman í Argentínu og tíman á Asmonir. Já, menna, eins og þetta Traplo Ross var líka, var hann ekki... Hver var það sem var bara með Chirac? Hvað klukkan er það? Já, með svona, eins og Atlanta. Fólk var hann með eitthvað New York, London, Dubai, Tokyo. Það var hann bara með Compton og Bronx. Já, það er alvöru menningarnám. En já, bara að kíkja í klukkuna, steppi í klukkunni, það er Jacob the Jeweler Ísland. Já, það. Og er hann að búið til eitthvað svona custom fyrir Herran Hetismjör? Alltaf ég kemur þá, er hann svona Proposition Joe, alltaf að gera eitthvað klukkur, sko. Þannig að hérna... Stækkunargler og svona töng. Ég vil líka tala, ég held sem ég heitt núna að kaupa bara svona veggklukkur. Já, meinar. Bara svona vera með eitthvað vegg. Við erum alveg svona... Já, svona afaklukka. Yes. Þannig að klukkan, þau eru, ég sé alltaf þeir, ég verða bara að bæta með þessum manneskjum. Þeir eru á 4 stöðum og bara tjekki á öllum stöðum.
Og farið á staðin, ekki bara fara klukkum.is, þá það sem þetta er gott líka. Og það er alltaf brjálega að gera þarna, þannig að bara, það er... Já, þið getur kynst ykkur góðu fólki. Akkurat. En já, hvað er eitthvað sem vil koma á framfæri hérna við hlustandi podsins? Já, bara farið út úr húsi og verið góður þarna. Eða ekki? Eða allir að horfa á leikirinn á RFK eða? Já, það er náttúrulega margt sem þeir gera vel hérna á RFK Brewery. Þeir eru með æðislegan bjór og þó að segja aðeins svo mikið alkohól í honum fyrir mig og hérna er líka hægt að hanga, glápa og fara í alls konar borðspili sem þeir eru með hérna frammi. En bara takk fyrir að koma og hérna, þetta er svona aðeins öðruvísi væp, við erum alltaf bara tveir núna. Þetta er meira svona maður og mann, kannski. Þetta er kannski svona betur restur ekstra. Þetta er svona fullorðslegra. Og hérna, maður náttúrulega tekur sér aldrei frí, aðeins og strákarnir, en náttúrulega Kjari er náttúrulega ekki frí, en Dóri er vissulega í frí, sko. Og ég bara er búin að sjá myndir á Instagram hjá Dóra, hann er bara living his best life. Hann er bara osturur. Ógeðslega mikið af rauðinni. Ógeðslega mikið af hvítunni, örugglega eitthvað rósei. Og hvað, sleppur hann að sprauta sem er Vegovi svo hann getur borðað svona mikið af þessum osturum? Hún er að spyrja hann, Það er örugglega bara mjög létt í maðan, sko. Já. En bara takk kærlega fyrir komuna, Bent, og ég vil óska þér allsins besta í því sem þú tekur fyrir hendur. Sömuleiðis. Takk kærlega.